Ég er þróttur alla daga út allt lifi ljósi elsku þróttur sem mér yljar mér kalt stilla skulum raddir alla. Í dag á dagskrá úrslitaleikurinn í karlaflokki en þar kepptu Íslandsmeistarar Þróttar og stúdentar bikarinn. Þróttur vann fyrstu hrinina með 15-9 en við komum til leiks þegar önnur hrinan að hefjast. Kynnir Guðmundur Arnarsson, formaður Blaksambands Íslands. Já, við sjáum lið Þróttar þarna vinstra megin á skerminum nær okkur en stúdentar eru fjær. Og þetta eru örugglega tvö bestu blaklið á landinu í dag. Og Þróttarar vinna strax 1 stig. Við sjáum þarna Gunnar Árnason og Guðmund Pálsson hérna næst okkur. Og þarna vinna Þróttarar annað stig. 2-0 fyrir Þrótt í annarri hrinunni. Þarna vinna þeir sitt 3. stig og stúdentar taka leikli. Já, mér langar til að segja lítið frá liðunum í þessu leikliði. Nýbakaðir Íslandsmeistarar Þróttar, þeir hafa á að skipa Gunnari Árnasinni, Guðmundi Pálssyni og Valdemar Jónasinni og Leifi Harðarsinni, en þessir 4 hafa leikið blak frá 1974 með Þrótti. Í liði Þróttar einnig Sveinn Hreinsson, Jón Friðrik Jóhannsson, Jón Árnason, Barði Valdimarsson, Haukur Magnússon og Skúli Sveinsson. Og Þróttarar hefja nú leikinn. Og þarna tókst stúdentum að vinna boltann. Þarna var skemmtileg sókn hjá Þrótturunum og þeir unnu boltann aftur. Þannig að þeir hafa nú tækifæri til að skora sitt 4. stig. Nú stúdentar unnu þarna boltann eftir góða sókn sem að Indriði Arnórsson endaði. Þarna var það Guðmundur Pálsson sem að smassaði laglega í gólfið hjá stúdentum, þannig að staðan áfram 3-0 í annarri hrinunni. Þarna hafa stúdentar stigið yfir línu. Þannig að Þróttarar skora sitt 4. stig, 4-0 fyrir Þrótt. Það var falleg leik þetta hjá Þrótturunum og það var Guðmundur Pálsson sem að afgreiddi boltann í gólfið hjá stúdentum. 5-0. Og enn vinna Þróttarar þessa sóknarlotu og staðan nú orðin 6-0 fyrir Þrótt.
Útlitið alls ekki glæsilegt fyrir stúdenta núna. Staðan komin í 7-0 fyrir Þrótt í annari hrinu en Þróttarar unnu fyrstu hrununa 15-9. Leifur Harðarsson gefur boltan í leik. En mér sýndist Indriði Arnórsson hjá IS eiga þennan lokhorið í þessari sókn. Leifur Harðarsson, Gunnar Árnason, stúdentar verjast. Sveinn bjargar fallega, Leifur og Guðmundur Pálsson. Friðbert Traustason átti þarna sóknina. Það mikil barátta núna. Þetta óvenju löng lota. Leifur. Og það voru Þróttarar sem unnu þessa löngu lotu. Þetta óvenjulega löng lota í blaki. En nú gefa Þróttararnir í netið. Það var Jón Árnason sem sendi boltan í netið. Og nú fá stúdentar sitt fyrsta stig. 1-7. Og þeir fá sitt annað stig. Staðan nú 2-7 og stúdentar senda boltan í leik. Þarna var falleg sókn hjá Þrótturum en varnarmaður frá IS hefur farið í netið, þannig að Þróttarar eiga gjöfuna. 7-1 fyrir Þrótt. Það var mjög slæm móttaka hjá stúdentum og Þróttarar fá sitt 8. stig. 8-1. Þetta var falleg sókn sem Sveinn Hreinsson átti lokárið í, smassaði fallega í gólfið hjá stúdentunum. Og staðan enn 8-1 fyrir Þróttara. Og enn vinna þeir stig. Þarna náðu stúdentar að verja vel í hávörninni og boltinn fór í gólfið hjá Þrótturum. 1-9. En gæfan ekki með þeim, þeir gefa boltan beint út og staðan aftur 9-1 fyrir Þrótt. Takk eftir hvernig Þróttararnir raða sér upp, það kemur vel fram á þessari mynd. Hvernig þeir skyggja á eigin sendingu til þess að trufla móttöku stúdentana. Stúdentar með gjöfina. Þessi bolti fór í vörnina hjá stúdentum og út. Og staðan enn 9-1 í þessari annari hrinu í úrslitaleik í bikarkeppni Blagsambandsins.
Kjartan Páll Einarsson átti þarna sókn í gegnum miðjuna. Þannig að Stúdentar vinna nú enn boltan. Þarna laumuðu Þróttararnir fallega í blokkina í hávörðina hjá Stúdentunum og boltinn út, þannig að þeir vinna boltan. Staðan er nú enn 9-1 fyrir Þrótt. Sjáum þetta nú endurtekið, sjáum að það kemur hérna sóknarleikmaður inn í stutt uppspil en boltinn er sendur lengra á Guðmund E. Pálsson sem að smasar fallega í gólfið hjá Stúdentunum. Og enn vinna Þróttarar stig og mér telst til að þeir séu konur í 11-1. Það er Kjartan Páll Einarsson sem átti þarna síðast orðið aftur á miðjunni og Stúdentar vinna nú boltan. Þróttarar með gjöfuna. Ætlar að vefjast fyrir þeim að klára þessa hrínu. Stúdentar verjast nú mjög vel og þarna skutur í netið hjá sjálfum sér Þróttararnir og staðan er 1-11. Við sjáum Guðmund E. Pálsson fara þarna í gjöfina. Fram við netið eru þeir Gunnar Árnason, Valdimar Jónasson og Sveinn Hreinsson. Þarna hefur boltinn farið í loftið og Stúdentar hafa nú enn möguleika á að ná sér eitthvað á strik. Og þarna fá þeir sitt annað stig. 2-11. Þarna mistókst stutt uppspil hjá Þrótturunum og Stúdentar fá sitt 3. stig. 3-11. Gunnar Árnason fer nú í gjöfina. Og fram við netið eru Valdimar, Sveinn og Leifur. Þeir náðu að vísu þessum bolta en hann fór úr hávörðinni hjá þeim út. Þannig að Stúdentar vinna boltan og staðan er 3-11. Og aftur gengur boltinn yfir. Þetta er mikil barátta í leiknum núna.
Enda voru stúdentar búnir að ákveða það að selja sig dýrt í þessum leik. Þeir töpuðu í síðasta leik Íslandsmótsins mjög naumlega á móti Þrótti. Þróttur vann þann leik 3-2 sem var síðasti leikurinn í Íslandsmótinu sem leikinn var síðustu helgi. Þarna tókst ekki stuttasóknin hjá Þrótturunum. Sjáum þetta aftur. Það er mjög gott framspil, stutt uppspil, en Smassarinn tekur boltan full snemma. Ég átti eftir að kynna lið stúdenta en í því eru margir reyndir menn. Það er fyrst að telja Indriða Arnórsson, Friðbert Traustason, Örn Stefánsson, Kjartan Pál Einarsson, Pétur Björnsson, Haukur Valtísson, Björgúlfur Jóhannsson, Steingrímur Sigfússon og Sigurður Þráinsson. Einnig Glenn Jakobsen, hann er Kanadamaður sem er í liði stúdenta. Hann er nú ekki einn af fyrstu 6 eins og við köllum það. Hann er ekki í byrjunarliðinu. Þessi bolti var inni og stúdentar eru nú farnir að hala inn stíginn. Staðan mun vera 4-11 ef ég hef ekki mist eitthvað niður. Og Þróttar að vinna boltan og Sveinn Hreinsson fer í gjöfina. Þarna átti Indriði eitt af sínum óvæntu smössum. Tekur boltan stundum mjög lágt þannig að hávörnin er ekki komin inn. Þróttar að koma þessum boltanum yfir þó að væri erfið aðstaða og Friðbert Traustason á þarna mjög gott smass. Síðan Leifur og Þróttarar fá boltan. Sýnist Leifur Harðarsson vera í gjöfinni. Þarna fá þeir sitt 12. stig, Þróttarar, 12-4. Þarna skipta stúdentar manni inn á. Það er Glenn sem kemur inn á. Indriði laumaði þarna fallega yfir hávörnina hjá Þrótturunum. Og stúdentar vinna enn boltan. Þetta er mikil baráttu hrina. Sveinn, Leifur og Guðmundur. Leifur og Jón Friðrik. Hann átti hérna síðast orðið. Og Jón Friðrik er í gjöfinni hjá Þrótturunum. En gengur boltin yfir til IS. Þeir skipta nú Glenn aftur út af og Kjartan Páll kemur inn í gjöfina. Þarna smassaði Valdimar í netið hjá sér og stúdentar fá sitt 5. stig, 5-12. Leifur og Valdimar nótast betur til en stúdentar náðu að svara þessu. Og Pétur Björnsson
Í liði stúdenta átti þarna Bottsmann sem að fór úr Þróttara og útaf. Nú tekur Þróttur leikli, við sjáum þetta aftur. Valdimar ætlar að lauma þarna aftur í hornið, en það fór ekki nógu langt og stúdentar ná upp sókn. Sigurður Þráinsson kemur inn í stuttan, Pétur Björnsson í langan og Sveinn Hreinsson náði ekki að gera móttökuna nógu mjúka til að halda boltanum inni. (5-12) fyrir Þrótt í annarri hreinu í úrslitaleik bikarkeppninnar. Enn er það Pétur Björnsson sem á síðast orðið í sókninni hjá stúdentum og þeir fá sitt 7. stig, 6-12. Jón Friðrik, Leifur og Guðmundur E. Pálsson, en hávörnin hjá stúdentum tók hennar bolta og þeir fá sitt 7. stig, 7-12. Valdimar, Leifur og Valdimar aftur og laumaði fallega yfir hávörnina hjá stúdentum. Þarna hafa þeir kvartað yfir bleita á gólfi, stúdentar. Þarna misheppnaðist móttaka og Þróttar að bæta við 13. stiginu. Og því 14. Þeir eru nú alveg að gera út þessa hreinu. Þarna náði Pétur Björnsson boltanum fallega í hávörninni og IS fær gjöfina. Þarna smassaði Sveinn út af. Friðberg gefur upp. En Sveinn bætti betur í þessari sókn og stúdentar náðu ekki að spegla boltanum inn á völl Þróttara. Þarna var Sigurður Þráinsson að verki, laumaði fallega yfir hávörnina hjá Þrótti á miðjunni. Pétur Björnsson í gjöfinni. Tvíslag. Boltanum ekki réttilega leikið hjá IS-mönnum og þeir missa gjöfina. Það er Valdimar, Pétur, Friðberg og Indriði, Sveinn, Gunnar Árnason og Leifur laumaði yfir og nú hefur verið klippt úr þessari hreinu. Við sáum á töflunni að staðan var 14-13 fyrir Þrótt.
og stúdentar vinna boltan. Þannig að staðan nú 13-14 og Þróttur yfir. Þróttar að vinna boltan og staðan þá 14-13. Stigin alltaf talin frá því liði sem á gjöfina hverju sinni. Friðbert, Indriði, en hávörnin hjá Þrótti tók þessa sókn. Við sjáum þetta aftur. Friðbert gefur langan bolta yfir á Indriða og Indriði ætlar að afgreiða þetta yfir, en það Leifur sem átti bróðurpartin af vörnin í hávörnin. Nú erum við komin í þriðju hrinuna. Og staðan þá væntanlega 1-0. Það Friðbert sem í gjöfinni. Sjáum þarna bakið á Indriða Arnórsinni, númer 11, og Kjartani Páli, númer 6. Og þarna var aðeins Sigurður Þráinsson, númer 8, í liði stúdenta til varnar á miðjunni og réð ekki við þessa snöggu sókn. Kjartan Páll, Friðbert, Haukur og Sveinn Hreinsson, en vörnin tók það. Leifur, Friðbert, Pétur og Sigurður Þráinsson. Og Sveinn laumar hafði lítið fyrir þessu. Og staðan þá 2-0 fyrir Þrótt. Friðbert og Sigurður Þráinsson, en þarna hefur verið dæmt grip á þá Þróttamenn. Og stúdentar vinna stig. 1-2. Og Sveinn smasar þarna út af. 2-2. Pétur. Þarna laumaði Indriði, en það nægði ekki. Þarna sáum við Indriða upp í sókninni. Og stúdentar fá sitt þriðja stig, 3-2. Pétur, Sigurður og Sveinn sterkur þarna í sókninni. Og Þróttar að vinna boltan 2-3. Þarna voru þeir ekki nógu samstiltir, Friðbert og Sigurður Þráinsson. Þarna mistókst móttaka hjá Kjartani Páli. Og Þróttarar eru búin að jafna stöðuna. Net á stúdentana. Og staðan mun vera orðin 4-3.
Í liði Þróttar eru 5 menn sem hafa leikið í landsliði Íslands. Þeir eru Gunnar Árnason, Guðmundur E. Pálsson, Valdimar Jónasson og Leifur Harðarson og Sveinn Hreinsson. Og Guðmundur E. Pálsson hefur leikið alla landsleiki Íslands sem hafa verið leiknir, 35 að tölu. Í liði IS eru 4 menn sem hafa leikið í landsliði Íslands. Þeir eru Indriði Arnórsson, Friðbert Traustason, Kjartan Páll Einarsson og Sigurður Þráinsson. Þarna varðist Kjartan Páll Einarsson mjög vel hjá IS og boltinn fór úr hávörninni í gólfið hjá Þrótturunum. En sóknin hjá Þrótturum gengur mjög vel. Þeir hafa yfir mjög mörgum leikfléttum að ráða. Og það má glögglega sjá að þeir eru mun samstilltari í sínum leik. Við sjáum til dæmis núna hvað vörnin er endursýnt. Sjáum þarna hvernig sóknin hjá Þrótturunum kemur inn og IS-mennirnir voru alls ekki nógu viðbúnir að verjast bak við hávörnina hjá sér. Það er Leifur Harðarson, sendi boltann Sigurður Þráinsson, Friðbert og Indriði. Gunnar Árnason og Guðmundur E. Pálsson laumaði þarna létt yfir en Haukur náði að senda. Þarna hefur verið tekið tvígrip á Þróttarana, ekki rétt boltameðferð. En það dugir þeim IS-mönnum skammt. Þeir virðast að hillum hornir. Kjartan Páll og Indriði en alls ekki nógu sterk sóknin. Þeir Þróttar að verjast mjög vel. En mistu þó þennan bolta niður. Staðan mun nú vera orðin 6-3 fyrir Þrótt. Indriði. Mjög hröð og skemmtileg sókn á Þrótturunum. Góð samvinna á milli Leifs og Valdimars. Pétur, Haukur og Pétur aftur. Við sjáum að Leifur er tilbúinn bak við varnarvegginn hjá Þrótturum, áttu auðvelt með að ná þessum bolta og þeir voru fljótir að byggja upp sína sókn. Og þeir bæta enn við sér stigum, 7-3. Friðbert, Kjartan Páll. Þarna mun hann ekki hafa náð að leika knettinum einu sinni í hávörnina, þannig að það var dæmt röng boltameðferð á IS. Þarna sáum við að þeir voru alls ekki viðbúnir IS-menn þessari snöggu sókn á Þrótturunum og
tapa nú enn einu stiginu. 9-3. Það munaði litlu að þessi snögga lauma frá Leifi heppnaðist en hún lenti rétt utan við hliðarlínuna. Kjartan Páll. Leifur og Valdimar. Það næði. Þróttarunum þessi leikasókn. Og þeir eru þá enn með gjöfina og staðan er 9-3. Indriði. En hann mun hafa mist boltan í loftið. Og það hillir undir bikarinn á Þróttarunum. Þeir eru konur í 10-3 í þriðju og þá síðustu hrinunni ef að þeir vinna. Þarna kemur Örn inn á, Örn Stefánsson. Þetta var létt hjá Þróttarunum og bæta enn við sig stigi. Þarna fer Steingrímur Sigfússon útaf en Pétur Björnsson kemur inn á í hans stað. Þarna náðu stúdentar að bjarga mjög skemmtilega. Haukur tók bolta í lágvörn en hann fór beint upp í smass fyrir Þróttarinn og þeir áttu auðvelt með að afgreiða þennan bolta og eru komnir nú með 11-3. Og aftur kemur hliðstætt tilvik. Framspilið misheppnaðist hjá stúdentunum og nú hefur mér ekki tekist að telja nógu hratt fyrir Þróttarina en þeir eru búin að gera út leikinn og þeir taka nú þjálfara sinn, Leif Harðarsson, og tollera hann. Sjáum hann að síðasta atvikið aftur. Móttakan er allt og há og Þróttarar ná að innsigla sigurinn. Bikar á Selfossi í fyrra. Árið áður var hann í herbúðum IS en 2 árin þar áður, 77-8, var hann hjá Þrótti og nú kemur hann aftur til Þróttar í þriðja sinn sem að þeir vinna í bikarkeppni Blaksambandsins. Þeir eru bikarmeistar 1981. Við ætlum við að fyrirliðan að koma hér og veita þessum ágæta bikarmóttöku. Þetta er svo einkennileg stund að Leifur Harðarsson, hann fyrirliði Þróttar, hann tók á móti þessum bikar fyrir Laugdæli í fyrra. Og ég bið að fyrirliða IS að koma hér og veita silfurverðlaunum móttöku. Formlega móttöku. Við byrjum að til hamingju með það.